Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Og hingað eru komnir frumkvöðlar, frumkvöðlar, 4 konur og það eru nokkrar fleiri sem eru tilnefndar til verðlauna sem heita, mjög virtra verðlauna sem heita Global Win og þetta er Global Win 2024 og mér langar til að biðja þær að segja mér aðeins frá þessum verðlaunum og fyrir hvað þær eru tilnefndar á eftir. Fyrst langar mig til að svona aðeins að fara með þær út í djúpið að því ég byrjaði þetta í kynningunni og í spjalli við Gunnar Smára að segja að þetta væri hugsanlega, eða mér langar til að spyrja hvort þetta væri eitthvað 2007 að vera að tala nýsköpun og hvort það væri bara einhver grænþvottur og svoleiðis og þarf að vera að tala eitthvað sérstaklega konur í því samhengi. Ég raunverulega ruglaðist að það er eiginlega 2008 samt. Þetta er ekki 2007 því að það var eiginlega eftir hrunið sem að áherslan á einmitt frumkvöðlastarfið og það byrjaði og af hverju þurfum við ennþá að vera að ítreka það. Til mín eru komnar Sumsé Heiðdís Einarsdóttir, hársnyrtimeistari, förðunarfræðingur og leiðsögumaður. Ég var að spyrja titla og þeir eru allar með svolítið marga titla sem er áhugavert og frumkvöðl þá. Og Hraundís Guðmundsdóttir, ilmolíufræðingur og skófræðingur. Björg Árnadóttir, ritlistakennari, framkvæmdastjóri Stílvopsins, rithöfundur og frumkvöðl. Blaðamaður, já. Og Elínóra Inga Sigurðardóttir, formaður Kven og hjúkrunarfræðingur, fjölmiðlakona og jarðfræðingur með meiru líklega. Já. Og verið velkomnar. Takk fyrir að koma. Viltu kannski, getur þú byrjað, Elínóra, ég held að þú sért alveg fullkomið kandidatið að svara þessari svona stóru vondu spurningu þarna. Af hverju þarf svona að gera mikið úr konum sem frumkvöðlum í dag? Sko, konur, það er bara að fá minni upphæðir, færri styrki og miðaldra konur eins og við erum allar, þær eru ekki inn svona venjulega sko. Ef þú hugsar frumkvöðla þá er það yfirleitt ungt fólk, það er verið að hygla þeim og háskólamentað. En þannig að ég held að það sé aldrei ofaft gert að klappa fólki á baki fyrir það sem það er að gera góða hluti í sambandi við nýsköpun. Það er svona mitt mat. Og þú varst mjög aktív þarna eftir hrunið og það var þá sem að þið stofnuðuð Kven? Nei, við vorum búin að stofna 2007 en ég var búin að vera formaður fyrsta uppbyggingafélags Íslands sem að héti Landssamband Höfuðsmanna, heitir núna Samtök frumkvöðla Höfuðsmanna. Og þar voru við konur í miklu minni hluta. Það hefur verið svona 10% af konum sem að titluðu sig sem uppfinningakonur og mér fannst við þurfa að fjölga í okkar ranni og komst fljótlega þannig að ég var kosin formaður 1998 þessa félags og komst í erlend samskipti strax og norræn samskipti og þar kynntist ég í fyrsta skipti fjöldanum allum af uppfinningakonum sem að hafa verið svona mínir mentorar síðan og í kjölfarið þá sem sagt stofnuðum við líka Kven. Og Kven er stytting á konum fyrir hvað er? Það er bara konur í nýsköpun, félag kvenna í nýsköpun og Kven er norræna félagi hét Kvinn, eða heitir Kvinn, kvinnlega uppfinnari í Norden og Kven var svona bara íslenskaða orðið yfir Kvinn og ég kynntist líka Bólu Óla Beissi 2002, þá fór ég með FKA til Barcelona og við smullum saman svona eins og flís við rast því að hún var þá nýbúin að stofna bæði Global Win og breska tengslanett fyrir konur í nýsköpun. Veitu hvað heitir hún segir? Bóla Óla Beissi. Bóla Óla Beissi, það er hún sem er stofnandi Global Win. Já. Hún hefur staðið að þessum verðlaunaafhendingum í 24 ár og við höfum sem sagt unnið saman alveg síðan 2002 að því að tilnefna konur til þessara viðurkenninga og ég er búin að tilnefna yfir 100 íslenskar konur til þessara viðurkenningar
og þar að hafa 86 fengið velun. Wow. Og fyrsta konan til þess að fá gullvelun hjá Global Win, það var Þuríður Guðmundsdóttir fyrir græðandi smysl sem hún hefur verið að gera í meira en 30 ár og hefur verið notað í og notað á Landspítalanum. Og svo höfum við tvisvarsinnum átt svo kallar overall winners eða sem sagt uppfinningakonur ársins, það var 2017, það var Sandra Mjöll Bús Jónsdóttir. Og svo 2019 það var Margrét Vilbjörg Bjarnadóttir fyrir Pay Analytics, hún með svona jafnlauna vottun á netinu. Þannig að okkur hefur gengið mjög vel miðað við höfðatölu, eins og alltaf. Ég tók viðtalið mitt í fyrra við Guðrúnu Hallgrímsdóttur og matvælaverkfræðing þörunga sem framtíðarfæðu mannkyns sem hún fekk. Já, við höfum einmitt verið með Global Win hátíðina tvisvar á Íslandi. Fyrra skipti var 2011 í Hörpu og svo í fyrra í Hörpunni og velunahöfndingi Gamla Bíó sem að þetta tókst alveg ljómandi vel. En er þetta fyrsta skipti þá sem þú sjálf ert tilnefnd eða hvað? Nei, ég er bara stjórna þessu á Íslandi. Þú ert ekki tilnefnd, já, ég skil. Já. Ég er sem sagt í framkvæmdanefnd Global Win og svo er ég forseti Evrópusamtaka kvenna í nýsköpun og svo er ég líka varaforseti alþjóðasamtaka hugvitsfélagi, þannig að ég er með alls konar titla svona ellendis. En kemur ekki að því að þeir sem einmitt halda tengslanetunum saman að það sé skilgreint sem frumkvöðlastarf? Jú. Þið kannski ættu að tilnefna hvora aðra einhver tímar svona undir lokinu. Kannski endar hann því að ég verið tilnefnd á Íslandi. En er það ekki svolítið kvenlegt einmitt, svona innan gæsalappa eða ekki innan gæsalappa að sem sagt konurnar komi saman í viðtöl og séu saman, sem sagt séu að huga að tengslanetinu en ekki bara að sína eigin nýsköpun, heldur séu svona virkilega að starfa í. Já, því að við getum við eigum svo margt sameiginlegt. Við erum að ganga í gegnum það sama, þú veist, hvernig fær maður fjármagn og hvernig, við höfum svo margt að tala og bara styðja hver aðra. Og það er það sem að tengslanetti gengur náttúrulega út af. Að það er að lyfta hver annar upp og sjá okkur blómstra. Það er eitthvað sem að... Og hvernig upplifið þið hinnar þetta að vera svona að komast inn í eins og þetta samhengi? Breytir það einhverju fyrir ykkar starf fyrst ykkur? Mér finnst að breyta öllu. Já. Að einhvern veginn að komast í þetta tengslanett og finna hennar stuðning. Þannig að það skiptir sköpum þegar maður er að fóta sig í því að vera að stofna fyrirtæki og eins og við erum að gera að fara inn á markað sem er rosalega viðkvæmur. Þá skiptir þetta öllu máli að hafa þennan stuðning. Þið séu það líka þannig? Algjörlega, maður fyllir stolt yfir sjálfur sér, maður þarf svolítið mikið að því ofta að halda þegar maður er frumkvöld, það fá svolítið gott klapp á bakið, Hafið þið upplifað að þetta hafi verið svona erfiður róður eða svona þetta sé eitthvað sem að þið einmitt þurfið að berjast mjög mikið fyrir einhvers konar viðurkenningu á starfinu eins og þú Hraundís? Já, það náttúrulega vissu leyti, já. Það hefur verið stundum svolítið erfitt að koma sér áfram. Það hefur verið að viðurkenna það, Þú ert búin að vera að búa til þínar eigin ilmkjarnaoljur, íslenskar úr íslenskum grenitrjám eða hvað og eða skó? Já, aðalega bara trjám, já, en samt líka aðeins úr íslensku, meira úr náttúrunni. Blómum líka, blómplöntum. Og það er bara, þú hefur eiginlega þurft að svolítið að finna svolítið upp hjólið þar, er það ekki, á Íslandi? Það hefur ekki verið mikið gert af þessu á Íslandi? Nei, ég fór til Arizona 2015, byrjaði það til að læra eima, en svo uppgötja það líka að það er bara svo merkilegt með plöntur að það hafa sér bara mjög mismönd eftir veðri og hvar það eru staddar í heiminum og í hvernig jarðvegi það standa. Þannig að ég hef þurft að vera svolítið fyrir mikil frumkvöld í því að læra hegðun plantnanna. Það hefur tekið mjög mikinn tíma og ég held ég stundum að hugsa að ég verið sennilega aldrei búin að læra almennilega á þessar plöntur hvernig það hegða sér. Sérstaklega það sem er mjög stópilt og skrítið svona veður ofta á Íslandi, En þessi þekking sem að þú eiginlega safnar
safnast upp eiginlega í þínu starfi. Geturðu miðlaðinni fyrst þér hérna innanlands, ertu í virkri samræð við aðra skógafræðinga eða finnur þú svona svolítið fyrir vöntun á ekki bara áhuga heldur samt kannski líka og skilningi heldur líka bara á þessu samræðu eða formi? Já, ég enda að segja það svo oft sko þegar ég fær að tala að eimingarnar hjá mér og svona virkni olíuna þá skilur mig aldrei nokkur maður hérna í Íslandi. Það veit enginn hvað ég að tala Ég fór svona framhaldsnámskeið í Washington í fyrra og ég bara yes, hópa fólki, allir skildi mig bara yes. En það svona, já, það samt gaman kannski líka að vera þannig að vera svolítið einn í sínu þannig en já, það samt líka einmannalegt. En það svolítið mismunandi hvernig fólk tekur svona nýsköpun, það bara þannig. Margir sumir hafa ekki trú á þessu en það náttúrulega samt bara líka mikið að jákvæðu og flottu fólki sem kaupir aftur og aftur vöruna hjá manni og hafa mikla trú á þeim sko. Það heldur manni gangandi. Hvað segir þú Björg? Þú ert svolítið á öðru sviði svona, þú ert ekki með kannski neina vöru sem þú ert að kynna varan Nei, og ég gerði aldrei neina viðskipta áætlun eða neitt slíkt, ég þekki ekki þann veruleika, ég bara byrjaði. Ég sko búin að kenna ritlist í 40 ár en í 10 ár hjá fyrirtækinu mínu, Stílvopninu. Og ég byrjaði á þessu af því að það urðu breytingar í lífi mínu og ég var að finna mér eitthvað að gera og þá myndi ég að ég kunni þetta og fór bara, og það var líka að því að samfélagsmiðlar komu og það varð allt í einu svo auðvelt að auglýsa sem orðið erfitt aftur en þannig að þá gæti ég bara svona hendin auglýsingum fyrir eitt og eitt námskeið og svo gekk það vel og þá datt mér í huga að ég gæti kent þetta líka og svo bara vatt það ofan á sig og nú ég komið með bara alveg heilan skóla eiginlega og á þess að hafa nokkuð tíman þú veist, sest niður og skipulagt hvað ég ætlaði mér, þetta hefur bara gerst Þú hefur nú verið svolítið virk, veit ég, í svona alþjóða samstarfi og samstarfi bara á Norðurlöndunum. Ég tekið þátt í 20 samstarfsverkefnum erlendum. Og þannig að þú ert reyfilega búin að vera í því, í mjög mörg ár að búa til einhvers konar tengslanett, sem þetta rillistarkennara og svona skapandi fræðum. En hverju breytir þetta núna finnst þér þetta tengslanett? Er þetta svona þá, er þetta eitthvað svona eins og meira á viðskiptalegs? Já, það nefnilega ég hef búin að vera svo ólíkir persónleikar í gegnum tíðina var náttúrulega fyrst í listnámi í myndlistahandíðaskólanum og var alltaf börjast við að vera listamaður og svo fann ég að ég var kennari og var lengi kennari svo var ég í 15 ári í Reykjavíkur akademíinu og þá fannst mér að vera fræðimaður en svo fór ég í sjávarklassan og held þar til núna og þá bara breytist ég á einni nóttu í frumkvöðul þótt ég hafi reyndar og glatt að verið frumkvöðul að því ég get aldrei gert hlutina eins og aðrir en ég bara kann mjög vel við mig í frumkvöðla hlutverkinu En það er kannski það sem ég langaði sem þið myndi að spurja hver er munurinn á, raunverulega því að þeim bara hugsaður orðin eins og nýsköpun og brautryðjanda starf. Brautryðjanda starf er náttúrulega mjög svona vítt svið, einhver bara sem ryður braut á einhverju sviði, sko. En svona kannski frumkvöðlar og eins og þú nefnilega uppfinningakonur, er ekki uppfinningakonur? Það er aðeins kannski þrengra, er það ekki? Ef er uppfinningakona, það er svona, maður tengir það nú við svona vísinda rannsóknir einhverjar eða hvað? Já, en samt ekki, sko. Því að það nefnilega, sko, farið að þinna út orðin eins og nýsköpun og frumkvöðla. Þú ert frumkvöðla og bara opnar verslun út á horni, sko. Þannig að þegar það var byrjað að kalla alla frumkvöðla, þá svona nýfti ég í fólk að segja, ertu ekki að meina athafnamann eða athafnakonu? En frumkvöðl það er náttúrulega eitthvað sem að gerir eitthvað nýtt, tekur uppfinningu eða uppfinning getur verið alls konar, það getur verið ný þjónusta, ný vara, ný tækni og frumkvöðl gerir eitthvað með þessa uppfinningu, kemur hann á marka. Þannig horfi ég á frumkvöðl. En þá getur nú samt verið hægt að segja að
margir sem stunda fræðimennsku og listafólk allavega að rembast við að reyna að gera eitthvað nýtt. Já. Þannig að það er alveg ný sköpun. Já, það er ný sköpun. Það er að skapa eitthvað nýtt. En þú ert samt raunverulega þrengjandi niður í það að vera að búa til einhvers konar vöru eða þjónustu og eins og mér hefur svona aðeins skilist á því að kynna mér þessa allavega þær konur sem eru tilnefndar alþjóðlegu konur, þá þetta mjög oft svona til einhvers konar almannaheilla. Það er óvinnur mikið af tilnefningu núna sem að kallar social innovation eða svona nýsköpun á eins og Björg í þeim samfélagsleg nýsköpun. Það er óvinnilega mikið af því núna í ár en lítið af uppfinningum. En það var ekki fyrra líka, þá var konan sem að fann þarna blindapunktinn einhvern til að hafa fyrir flugslýsa rannsóknir. Lahu Keita sem var fyrstu, hún var sem sagt uppfinningakona ásins í fyrra 2023 frá Frakklandi og hún hefur gengið furðanlega vel miðað við það að vera bæði lituð og kona. En hún komin í samstarfi Boeing en hún líka búin að vera að því í 20 ár. Svoleiðis. En það er ekki endilega skilir að þetta sé eitthvað svona sem nýtist fólki almennt. Ég meina, hafið þið stundum verið að tilnefna einhverja sem hafa gert eitthvað, bara eitthvað brandar, eitthvað fyndið að brandara eða jafnvel prakkara uppfinningu einhverja? Ekki sem ég man í augnablikinu. Nei, ekki. Nei, ég var líka að reyna að muna hvað ég var að meina. Þú veist, ég er að meina einhvers konar uppfinning að ég hugsaði bara eiginlega kjarnorkusprengjuna eða þú veist, eitthvað svona sem hægt að nota eiginlega til íls, þú veist, eitthvað nýtt vopn eða eitthvað svoleiðis. Það er náttúrulega, það má misnota alla hluti til illra verka, það er ekki það. Eins og til dæmis konur frá Malasíu, þær eru alveg, eru með mikið af uppfinningum sem eru einmitt tengdar svona rannsóknir og þróun. Það maður tekur alveg eftir því að það er aðalatrið, það er að uppfinningin komi úr úr háskólaumhverfinu. Ég vil mitt markmiði er að beina sjónum að alls konar nýsköpun, óháð menntun eða aldri eða kyni eða uppruna. Það er hugmyndir kvikna allstaðar og náttúrulega í þínu næru umhverfi. Og við á Íslandi við erum farin að einblína allt og mikið á háskólaumhverfið að það sé eini staðurinn sem á sér stað nýsköpun. En það er líka af því að það var skortur á að það kæmi eitthvað út úr háskólunum sem vörur. Þannig að þess vegna er náttúrulega verið að lyfta því upp þar. En við megum ekki þar með gleyma öllum hinum af því að fólk er að gera góða hlutum út allan bæ. Og það þarf að taka eftir þeim líka. Og hvernig þá fylgistu með? Ertu þá bara mjög mikið að kynna fara kannski í skólastofnanir og fara á einhverja sýningar eða ertu bara í strætó eða hvernig? Já, ég fylgist alveg vel með og reyna að mæta á fundi og svo við erum ekki allar í FKA eða svona með annan fótinn. Flestar allar, já. Er það félag kvenna í atvinnurekstri? Já. Nei, atvinnulífinu. Já, í atvinnulífinu. Og svo náttúrulega það sem að birtist í blöðunum og svo í viðtalsþáttum eins og ykkar og svona þannig að ég reynir bara að hafa augun opin og svo kannski nippar einhver í mig eins og með Hraundísi þá Þuríður sem fékk hann að gullverðlaunum 2007. Hún benti mér á Hraundísi og sagði þú að tilnefna hana sem ég gerði og hún þáði. Þannig að maður bara... En ég hef alltaf lagt þann skilning í nýsköpun og svona frumkvöðulshátt að allavega það sem er verðlaunað eigi að vera öllum til heilla. Ekki bara eitthvað engaflip. Já, einmitt. Og að tengslanetið þá nýtist einmitt fleiri konum og það er þá ákveðin svona hvatning kannski fyrir aðrar konur að
raunverulega láta í sér heyra og láta vita af því sem þær eru að gera. Þetta svona, markmiðið náttúrulega að skapa fyrirmyndir, þannig að við getum speglað okkur í hver annari að Svo komum við náttúrulega allar saman hingað að því við þurfum að kynnast svolítið áður en við förum út. Það var nú mjög gott. Góður vettvangur hérna, að kynnast bara í samræðinni. Og hvert farið þið út? Hvar er verðlauna afhendingin? Við erum að leiðin til London. Nú. Já. Hvenær er afhendingin? 3. október. Já. Við förum 1. október og það er ráðstefna og náttúrulega það koma konur, það eru tilnefndar 75 konur frá 23 löndum og þetta er náttúrulega gífurlegt greiðalegt tækifæri fyrir að efla tengslanetið þegar maður mætir svona og það er lagt upp úr því að fræða konur og að það kynnist hver annari og geti kynnt sína nýsköpun á þessum stað. Hvernig eru Íslendingar svona Hvernig finnst þér samanburður þá með heiminn? Eru íslenska konur mjög svona miklu frumkvöðlar? Já, mér finnst það. Hugmyndaríkar og uppfinningasamar? Alveg til fyrirmyndar. En mér finnst það. Já. Með að við höfðatölu, það er ég myndi segja að við höfum staðið okkur bara mjög vel. Hingað til. Og hver eru helstu ljónin í veginum? Svona, ef þið segið okkur aðeins frá ykkar fyrir hvað þið eru tilnefndar, þið eru fleiri saman. Við erum 3 ár saman sem að eigum og rekum fyrirtæki sem heitir Askabæ og Örns og við erum að framleiða duftker fyrir ösku látina og þau eru, vil svo skemmtilega til, ég meitt hérna. Sýnd okkur. En kerin okkar eru gerð úr endurunnum pappír og eru 100% niðurbrjótanleg og það var svona það sem við lögum upp með að við værum í endurvinnslu hagkerfinu en líka vinna vistvænt. Þannig við erum með græna sjálfbæra lausn fyrir þennan markað eins og ég nefndi áðan að þetta er viðkvæmur markaðar að fara inn á en okkur langar líka að koma með nýtt útlit þannig að Dögg Guðmunds sem er ein af 3 sem á þetta fyrirtæki hún hannaði kerið og svona vísar í íslenska náttúru þannig að við vildum svona toga svolítið Ísland inn í þetta líka. Þetta er eins og Stuðlaberg. Já, þetta er eins og Stuðlaberg. En svo er þetta líka eins og býflugnabú, snjókorn. Náttúran, hún hefur tilhneigu til þess að búa til svona hringlaga form og þá endar það oft svona sem 5, 6, 7, 8, 9 kantur. Þetta er svona lífhermun. Já, algjörlega. Varst ekki með fleiri liti þarna? Jú, við erum með þessi 3 liti, við hefum hvít. Svo er náttúrulega eitt sem er eins og Stuðlabergið, svona grátt og svo erum við líka með svona náttúrulega lit. Þannig að þetta er svolítið svona, við erum svolítið líka þarna að vísa í náttúruna, við erum að vísa í jarðveginn, við erum að vísa í bergið og við erum að vísa í ísinn, í jöklan okkar. Þannig að þið eru, hugmyndin er komin, framleiðslan er byrjuð. Fyrirtækið er 2 ára gamalt, við stofnum fyrirtækið fyrir 2 ára síðan, við látum framleiða þetta fyrir okkur á Spáni. Við höfum gjarnan vilja að finna framleiðanda á Íslandi, það bara gekk ekki, við fundum engan sem gat í rauninni gert þetta eins og við vildum gera þetta. Þannig að við endum í fangin á 130 ára gamlu fjölskyldufyrirtæki í Barcelona sem að held ég að vera mikið gæfa fyrir okkur að finna. Þannig að en eins og ég segi, þetta er lítill markaður hérna heima og við erum lukkulega hraust og langlíf. Þannig að við ætlum í framtíðin að horfa út fyrir landsteinana. Það hefur verið markmið okkar frá upphafi að það er að skoða fleiri markaði. Og það eru ekki margir á þessum markaði erlendis eða hvað? Jú, við erum ekkert að finna upp neitt hjól hérna. Það er náttúrulega búið að vera að brenna líkanslegar fólks í langan tíma. Þannig að við erum ekki að finna upp hjóli þar en við erum kannski, viljum svolítið svona keyra á svona okkar íslensku sérstöðu sem er hönnunin og svona að fyrirtækið er íslenskt, kemur frá Íslandi. Hönnurinn er íslenskur þannig að við ætlum að fljóta svolítið á þessu íslenska. Já, einhvers staðar hlýtur frumkvöðla hugsunin að vera líka. Og þið eru frumkvöðla hér á landi, er það ekki? Með svona alveg endurnýjanlega... Duftker, já. Ég veit ekki betur en að við séum eini framleiðandi að svona duftkeri sem er 100% niðurbrjótanlegt úr 100% endurunnu efni. Þannig að, við erum frumkvöðlar í því
Það er mjög ánægulegt. Algjörlega. Það er náttúrulega, þurfum að hugsa hringrásina. Við þurfum að hugsa hringrásina. Þið eru svona við dauðans dyr eða þannig. Og við þurftum svolítið að hugsa út í að náttúrulega hér á Íslandi eru rosalega stífa reglur varðandi sem sé meðhöndlun líkanslefa fólks og þannig að við þurftum svolítið að hugsa út í og hugsunum fyrst og fremst er að þetta er kér til greftrunar. Þannig að það samlægist náttúrunni rætt og vel. Voru það einhverjir staðlar, var þetta svona einhvern veginn erfitt að komast í gegnum einhverju svona... Nei, alls ekki sko. Nei. Það er í sjálf þess að þó að reglurnar séu mjög stífar, þá er eftirlítið svo sem ekkit endilega neitt sérstaklega stíft. Það er enginn að fylgjast með því hvert askan fer sko. En ég segi alltaf svona að þú mátt hafa snata upp í hillu en ekki ömmu. Þú mátt vera með sem sé ösku gældjörna þinn upp í hillu en ekki ömmu. Hún þarf að fara annarkvort í jörðu eða dreifa á sem sé svæði sem að má dreifa ösku. Já. Þannig að maður sér svona ameríska bíómyndir, er þá ekki fólk oft með svona einmitt duftkér upp á hillu og fer með það í flugvél og þetta er gólfið. Já, en við búum ekki við það. Frelsi hér í rauninni að með eiga svolítið meðhöndla ösku ástvinna frjálsara. Þannig að reglurnar eru stífar, þannig að við þurftum að hugsa út í það með svona vöru. En þetta fer samt vel upp í hillu. Já, en svo er en hvað er þá svona helstu erfiðleikarnir hjá ykkur? Svona varðandi það að vera bara hreint út sagt, þá hefur okkur gengið ekkert neitt sérstaklega vel að finna styrki. Það hefur gengið frekar illa. Og mögulega kannski að því að þetta er kannski ekki vara endilega sem að fólk er að horfa í að vinna með. Nei. Þannig að það er svona okkar stærsti þröskuldur hefur verið sem sé fjármagnun. Við höfum gert það bara sjálfur bara úr eigin vasa. Við erum 3 ár þannig að og við tökum bara lítil skref, við erum bara í litlum skrefum. Þannig að við myndum gjarnan vilja stökkva, taka stærri skref en þau verða það bara í framtíðinni. Eftir Londonferðina þá bara við leggjum allt okkar traust á það. Já. Eftir útsendingu þáttarins. Já, og líka það. En við erum í rosalega góðu samtali við útfararstofur hérna heima, þannig að við erum nú þegar í góðu samstarfi. Þannig að það er ekki fordóma gagnvart í að setja þess að sína ösku sinna ástvinna í eitthvað sem er pappír en ekki sem sagt eitthvað varanlegt. Nei, það er ekki sáhugsunarháttur sem er alls ekki. Við bara við höfum eingöngu mætt mjög jákvæð viðmóti þegar að fólk veit hvað þetta er og þetta sé sem sé endrunin vara, sé vistvæn, niðurbrjóntileg og það eru bara ofboðslega margir sem segja bara ég vil þetta. Þannig að ég býð kerinn alltaf bara strax, þú getur bara átt upp í hillu og vilt. Tilbúið. Það er tilbúið. En Hraundís, hvaða svona áskorum hefur þú mætt helst, myndur þú segja? Fyrir utan bara svona fólk veit ekki alveg hváir og veit ekki hvað ilmkjarnaoljur eiga að gera. Þú hefur verið svona, er það ekki svolítið ötulega að tala hvað þetta sé mikilvægt, er það ekki sem valkostur við lyfjanótkun og eða þú kannski fyrir ekki talað en það er allavega það sem þeir sem nota ilmkjarnaoljur tala það að þetta sé mjög mikilvægt fyrir okkur sem svona heilsufarslegt atriði. Já, það geta nefnilega oft komið svona í staðin fyrir lyf, það er ekki lyf samt sko en það er svona hægt að nota ýmsar olíu til dæmis eins og ég notaði til þess að lækka blóðþrýstinginn. Þær hafa algjörlega hjálpt mér þannig, ég þarf ekki að taka lyf við honum. Meðan að systur mína 3 ár byrjaði allar löngu fyrir fertugt að taka lyf við blóðþrýstingi. Ég hef þrjóskast áfram og náð honum sjálf alltaf niður. Og það er eins og maður að fá kvef, ef maður er nóg snöggur, ef maður að byrja að finna fyrir því að maður fá kvef. Og nota það sem eru bakteríudreipandi þá sláðar á kvefið. Þannig að það eru mjög góðar við að nota við ýmsum kvillum. En svo er eiginlega svolítið risastórt vandamál að kjarnaoljur eru alltaf verið að vinsælla á Íslandi. 80% af þeim sem verið að selja er drasl. Það eru sett unnar á rannsóknarstofu eða búið að blanda við þær salixsýru til þess að drýja þær. Þetta er stóra vandamálið í heiminum í svo mörgu og þarna í þessu olíuheiminum líka sko.
Hvað salíksýra? Er það raunverulega svona... Það efni sem í eins og sumum ilmkjarnaoljum í svolítið magni sko, svo ef það blanda saman við olíurnar þá svona magnast upp sko lyktin, þannig að það hægt að setja þetta selja hana þá mikið ódýrara og setja ýmislegt saman við hana líka, þannig að hann haldi lyktinni sko. Og þar hefur hún bæði sko minna lækningagildi eða svona kjarni hennar þinnist út, en líka það ekki að stundum þessi svona viðbótarefni eru dálítið ertandi fyrir astmasjúklinga og margir sem eru með ofnæmi fyrir salíksýru sko. Og svo mikið þessi bara búið til á rannsóknastofu og hefur ekkert með plöntur eða virkni að gera sko. Þannig að þetta svolítið flókin heimur og þess svo mikilvægt eins og að læra ilmoljufræðina, þar læri maður efnafræðina. Ef ég kaupi til ilmkjarnaolíu sem ég að nota fyrir mig eða í mína vörur erlendis, þá fer ég alltaf fram á að fá efnagreiningu á vörunum, þannig séu hvort það séu ekta eða ekki sko. Og hvað getur ráðlagt okkur svona þegar við lítum bara á einhverja ilmkjarnaolíu, eitthvað svona sem við getum... Já, sem getur kveikt á perunum það þegar það eru mjög dýrar og sérstaklega þegar það kosta allar það sama. Vegna sem ég fæ frá sko tek til dæmis eimingatæki að fyllið að birki, þá fæ ég kannski svona 40-50 millilitra, svo fylli ég að síbríðin og þá fæ ég 1,5 lítur. Þannig að munurinn svona og svona sko, nei mikið meira svona og svona olíu sem ég fæ sko. Þannig að það aldrei hægt að selja ilmkjarnaolíu á sama verði, af því það svo mismunandi sem maður fær. Maður verður alltaf að selja mismunandi verði til þess að fá rétt verð fyrir það sko, fyrir kostnaðanum. Þannig að það oft þannig og sérstaklega svona blómabúðum og svona þú sér svona alveg rauða ilmkjarnaoljum og þar kostar allar það sama. Það pottitt búið til að rannsóknastofa. Það er alveg garanti á því sko. En við erum ilmoljufræðingar og eimarar svona í heiminum eru nú með Facebook síðu og tölum mikið saman og þekkjari fólki hér og þar í heiminum og það eitt sem alveg frábær í Bandaríkjunum, hann efnafræðingur, ilmoljufræðingur, hann kaupir ilmkjarnaoljur af fyrirtækjum, efnagreinir og lætur svo vita síðan hjá sér, ekki kaupa þessu fyrirtæki, ekki ekta. Það alveg geggjað sko. Okkur vantar svona í matvælaðina. Eitthvað sem maður nennir að leika sér að þessu og láta maður okkur vita bara matarolíu sem við erum að til að steikjur og svona við getum ekkert alveg treyst hvað við erum að borða sko. Formaður Neytendasamtakanna einmitt komið spjall hérna á eftir, hann hefur verið einmitt mjög duglegur að bara að halda vöku sinni gagnvart svo merkingum og þessu réttar og þessu upplýsingum sem neytendur þurfa. Það rosalega mikið flutt inn af vörum. Það svakalega mikil vinna að halda utan allt saman. Svo vera hvart af núna í blöðunum að það eru snyrtivörur í búðunum sem eru mjög vondar fyrir húðina sko. Þetta mjög erfitt að fylgjast með þessu. Og sumt sem innflutt að vera að tala um að sumt sem svona keypt á netinu og svoleiðis sé bara beinleinis bara baneitrað sko. Algjörlega. Og það sé einhver rótvarnarefni utan föt og svoleiðis sem séu bara ekki mjög holl. Þannig að krafturinn bara mjög gott að þessu umræða sé bara upp á borðinu. Já. Algjörlega. En þarna þú þarna þú raunverulega svona ekki bara eiginlega kynna þína sérstöku einstöku vöru, þínar olíur, heldur ertu líka eins og að vekja fólk til vitundar mismunandi gæði, munin á því að eitthvað sé ekta og eitthvað unnið frá grunni sé ekta, frá grunni til frá upphafi til enda, en sé ekki bara svona svindlað og sagt að sé ekta og það eins líka með sjálfbærni sko. Það sama með það verið að ganga á ýmsar tegundir til þess að framleiða ilmkjarnaoljur. Þannig að mann finnst það mjög mikilvægt að það sé hugað því sko. Ég nota aukahráefni frá úr skóunum til þess að ég fer ekki bara að felli heilan skó til þess að hafa olíu sko. Ég nýti, ég í stjórn Skógræktarfélag Borgarfjarðar og var starfsmaður skógræktarinn í mörg ár. Ég svona þekki til í skóginum, þannig að ég nýti það sem þeir verið að fella eða þeirra þarf að laga til í skóginum. Og hvernig byrjaðir þú? Varstu skógræktarfræðingur og fannstu bara þennan yndislega ilm og ákvaðst að... Nei, ég lærði fyrst ilmoljufræði og var alltaf draumurinn að fara að gera íslenskar ilmkjarnaoljur af því það hafði ekki verið gert. Og var alltaf svona með hugan að því, ákvað svo fyrir skógfræði. Svo ég búin að því þá sagði ég, nei, nú fer ég að stað. Og ég var svo heppin, ég fekk styrki til að fara að stað. Ég þurfti að fara til aðri svona, ég kunni ekkert að búa þær til, þó ég kunni að nota þær sko.
Þannig ég fekk styrk til að fara til Arizona og læra og svona koma mér að stað. Það er rosalega munur að maður fær styrki til þess að leggja stað. Þá svona fær maður meira trú á líka sjálfur sér og verkefninu sem að fara stað með, sko. Það er mjög mikilvægt. Það er eitthvað svona, það er styrkjakerfi á Íslandi, það er einhver vitundum mikilvæg nýsköpunar og svoleiðis, en finnst ykkur hafa verið svona stöður uppgangur eða finnst ykkur hafa verið einhvers konar bakslag? Nei, það er búið það er alveg verið að veita styrki en en eins og ég sagði að það bara vantar styrki fyrir konur og tala nú ekki að það eru miðaldra ekki í háskólanum. Það sem að við höfum kannski rekja okkur á að því við erum með vöru er að og við fylgjumst mjög vel með á sem styrkjamarkaði eða markaði, hvað kallar maður þetta, er að allar tæknilausnir eru að fá styrki. Það er mjög erfitt að fá styrki varðandi vöruframleiðslu. Öppin eru inn og svo reyndar tískubylgjur í þessu. Allir sem hafa verið að gera eitthvað þara hafa undanförnu fengið. Þar er rosa mikið inn, sko. Og þetta upp og þetta svona tækni. Það ekki þetta með þara, kannski. Það er hægt. Já, en það er rétt. Þarin hefur verið mjög mikið í tísku. Þetta er svolítið tískubylgjur. Fiskróð. Já. Og svona aðeins tilvíðina kent stundum kannski. Eins og tískubylgjur. Já. Ef mann finnst tískubylgjur vera, en kannski þannig er hægt að reykja þær eitt hvert, ekki satt? Jú. Til einhverja þátta. En Björg, núna sagði Elínór að það væri svona óvinni mikið af, hvað heitir, samfélags uppfinningakonum. Já, samfélagslegri nýsköpun. Já. Og þín svona ritlistar kennsla fellur undir það svið líklega. Já, ég hef svona verið að sérhæfa mig í valdeflandi og inngildandi kennsluaðferðum sem ég hef verið að læra í öllum þessum verkefnum. Og en má ég líka svara spurningunum sem þú spurðir þær hindranir? Já. Það hljóta nú ef þú ert að leggja áherslu á inngildandi og valdeflandi ritlistarkennslu, þá hljóta nú að vera einhver svona ljón í veginum. Já, en mér finnst samt helsta hindrunin vera þegar maður rekur skóla af þessari stærðagráðu að þetta er ekki gróðrafyrirtæki. Þannig svona persónulega fyrir mig er það helsta hindrunin og vinkonum minn segir að þetta sé nú bara tómstundabúskapur hjá mér og ég get alveg eins verið að hókra með nokkra kindur, sko. En og líka sko fólk ég hef einn titil viðbót, ég er námskrárfræðingur þannig ég lærði kennslufræðin í myndlistahandíðaskólanum og svo tók ég meistarapróf og þá valdi ég námskrárfræði og námskrá þýðir í rauninni stóra skilgreiningin er allt annað sem við kemur skólastarfi. Allt fyrir utan kennsluna og svo hef ég stofnað og stýrt 3 sem sagt opinberum fræðslufyrirtækjum og stofna 2 viðbútt, þannig að ég kann þetta, sko, og ég legg svo mikla vinnu í að gera þetta að alvöru námi og alvöru skóla og fólk stundum hefur samband við mig og segir það getur nú ekki kosta svo mikið að rigga upp einu 12 tíma námskeiði, en það er bara rosalega mikil vinna á bakvið það. Og svo fæ ég svona, það er eiginlega alveg búið, en í upphafi var ég alltaf að fá svona vandlætingu, einkum frá eldri mönnum og ég þurfti að passa rosalega hvað ég skrifaði í auglýsingar. Ég man eftir einum sem að ég hafði sett skráningar hafnar og þá fekk ég athugasemd, væri nú ekki réttara vænan að skrifa skráninghafin og þá sagði ég að ég svaraði öllu sem að ég fekk. Ég sagði já, ég skil hvað þú meinar af því að það hefur hlaupið ofvöxtur í fleirtölu í íslensku tungu, ég skil hvort að meina, en nú er það svo að ég sé sjálf skráningar og þess vegna sé ég þær í fleirtölu og og þá bara var þann að smjöra og sagði já, það er svo frábært sem þú ert að gera vinnan og En þetta er alveg búið. Já, þetta er líka búið, en það er líka svolítið búið að það þurfi ekki að kenna fólki að tjá sig, það þurfi ekki að kenna fólki að skrifa.
Já, mér var sagt í upphafi að þetta væri ekki hægt sko, það væri bara, þú veist að vænan að það er ekki hægt að kenna að skrifa. Annarkvort þetta meðfætt gáfa eða ekki. Já. En það er líka, fólk lítur ekki þannig á það lengur. Nei. Ég meina það er alveg sagt að kenna fólki að skrifa eins og smíða stól sko. Hvort tvekja þarf maður að hafa í sér á eitthvað nátt, en það er hægt að læra tæknina. Læra tæknina líka, þetta er ekki að fá bara hugrekkið eins og þú síðan í þín, þess að þú hefur verið að vinna líka með jaðarhópum að bara virkja fólk sem hefur einhvern veginn mist málið og mist hugrekkið til þess að gefa því einhver svona tól og tæki og hugrekki til þess að það snýst eiginlega, þetta snýst að mestu leyti það hjá mér sko. Og það á saman áskeiðinu getur verið fólk sem hefur aldrei skrifað neitt áður og útgefnir höfundar og það læra bara allir af þessari samsköpun. Fólk læri hvert af öðru og fyrir útgefin höfund getur verið mjög mikilvægt að heyra hvað hinir segja það sem þeir eru að skrifa. Ég hef lagt mikið upp úr því að vera með blandaða hópa. Það er svolítið erfitt að ná í karlmenn en það hefur verið alltaf því helmingur karlmenn, það gerist og svo vil ég helst hafa allan aldur en ég finn að nemendahópurinn eldist með mér sem mér finnst leiðilegt. Auk þess sú sem að hjálpar mér að auglýsa stundum á Facebook, hún segir af því að það eru mest miðaldra konur þá áttu bara að auglýsa fyrir miðaldra konur en það finnst mér svo rámt. Þannig að þið farið núna og farið til London og hittið aðrar miðaldra konur, vendilega. Já, það er á öllum aldri. Á öllum aldri, já. Reyndar. Ég veit ekki á hvað aldri en ég er að meina bara það er líka þetta er valdeflandi svona það að mæta á staðinn, er það ekki? Og bara gera sér ferð og svona þetta verðlauna, maður getur til dæmis verið finnst svolítið skrítið ekkur alltaf að gefa einhver verðlaun en í þessu tilviki þá er það greinilega bara mjög jákvætt að þetta er bara hvatningar. Já, þetta er svona hugsa sem klappa bakið og ég tek eftir, ég veit að þú ert að gera góða hluti og mér langar til þess að tilnefna til þessara verðlauna, það er svona mín hugsun bakvið og bara efla konur í að standa saman og bara miðla hvort til annarar, þú veist, maður veit aldrei í hvað tengsl maður kemst í svona hóp. Það eru 23 lönd og 75 konur sem eru tilnefndar sko, þannig að þú bara að komast í svona tengslan, þetta er ómetanlegt. Og hljóta líka bara fólk lítur stundum að fara að vinna saman er það ekki að einhverju nýsköpun jáfnvel bara ólíkum löndum og það er alveg til í dæminu. Ef að segja þetta gott í bili og svo kannski gefið okkur fréttir frá þessu verðlaunaafhendingunni, hver fekk verðlaunin og vonandi verður það nú einhver af ykkur. En mér langar kannski að koma því að hönnuðurinn, hún Dögg sem er með ykkur, hún er líka tilnefnd sko frá Danmörkur hliðinni að því hún býr í Danmörku og hún er tilnefnd fyrir hvað heitir A Peaceful Place, það er legsteinn. Já, það er legsteinn sensi. Það er svona hönnun A Place for Peace. Já. Þannig hún er með 2 tilnefningar. Já. En þið eru 7 og svo er það Þórhildur sem er með ykkur. Já. Hversdóttir? Þórhildur Einarsdóttir. Og síðan eru það þá... Svo er Ólöf Rún Tryggvadóttir, hún er tilnefnd fyrir eilíf. Hún er að búa til fæðubótarefni úr íslenskum vörum eða hráefnum og svo er það Heiðrún Ósk Sigfúsdóttir sem er tilnefnd fyrir Kate Cut og hún er að nota gervigreind í tengslum við fatasíður eða þú veist online og til þess að þú þurfur ekki að skoða 20.000 eintök af fötum þá kannski minkar hann í 500 mögulegar föt sem að þú passar í. Það væri líka gaman að segja frá þinni upphaflegu uppfinningu sem gerði þig á uppfinningamanni. Já, höfum við tími í það? Já, þú verður að þakkaði fyrir Björg. Ég ætla að spyrja á það eins og fór það fram hjá. Já, ég fekk sem sagt hugmynd þegar ég bjó í Svíþjóð árunum 86-90
að það var að nota fiskiróð fyrir hundasnakk af því að nágranna hundurinn hann fekk alltaf fiskiróði þegar við vorum búin að geta harfiskinn og þegar ég kom heim hann að 1990 þá fór ég að svona spyrja hvað hefur verið að gera við fiskiróðið af þorskinum sem við vorum að senda út freyst í blokkum og því var bara hent í gúanó eða bara hent hreinlega. Þannig að ég sá auglýst námskeið hjá Landssambandi hugvitsmanna, ertu með hugmynd og veist ekki hvernig átt að byrja og ég fer á það. Og þar kynnist ég manni sem er tengdur fiskvinnslu og er að úti fiskvinnsluvélar og hann tengir mig við fiskvinnsluna og þannig byrjar að trúla og maður minn bjó til heimasíðu royalnatural.com 1998 og bara fljótlega þá fer boltinn að rúlla og það er maður í Bandaríkjunum sem að tekur eftir þessu og hann er að byrja með svona netverslun fyrir gæludýr og hann byrja með sem sagt Elinora's Royal Natural Snack þurrkað þorskróð og þurrku nautstippi þá eru þessar 2 vörur sem hann byrjaði á fyrir hunda og þessi einstaklingur er ennþá að kaupa að mér en ég hef aldrei fengið neina styrki í þetta eða neitt en ég hangi á róðinu hangi á róðinu og já minnust ekki á tippið. Nei, ég gerir það ekki. En við skulum segja þetta gott í bili og ég bara segi góða ferð til London og vona að þið komið bara gullverðlaun tilbaka núna eða næst eða hvernig sem er og svo allavega komið reistunni ríkari með stærra svona frumkvöðla tengslanett fyrir okkur öll á Íslandi. Takk. Það er Heiðdís Einarsdóttir, Hraundís Guðmundsdóttir, Björg Árnadóttir og Elínóra Inga Sigurðardóttir. Kæra þakkir fyrir komuna tilnæmdar til Global Wind 2024 frumkvöðlaverðlaunanna. Takk fyrir. Og við höldum áfram eftir smástund við Rauða borðið. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.